Góða og blessað kvöldið kæru áhorfendur. Núna munum við fylgjast með leik Böðla og Bölvunar í þessari fjórðu umferð annarar sísons Almennabikarsins. En í kvöld eru kastararnir ykkar að fara að vera ég, Hreiðar Páll Ársælsson, einnig þekktur sem Hreirim og Ég Gurrí Elmarsdóttir eða Wifi. þetta ættir að vera svakalegu leikur en Klassi er komið með tölvunni sinni aftur eftir mikla baráttu og sjáum við hann spila núna og er ég spenntur að sjá hvernig hann kemur úr þessu fríi sínu. En Böðlar náttúrulega áttu svolítið erfiðan leik í síðustu viku á móti Tröllum, þannig að það verður gott að sjá hvort að þeir ná að koma tilbaka eða hvort þeir hafi hitt svolítið svona mental block. Já, þetta verður æsispennandi. Heldur betur. Mér hlakka mikið til. Bölvun er búin að sýna það að þeir eru búin að bæta sig gríðarlega mikið síðasta season. Já, algjörlega. Síðasti leikur var helviti spennandi. Já, og ég ætla bara að segja að ég búist miklu af þeim núna. Já, ég allan að býst við mjög skemmtilegum leik með að við bara að horfa á bæði liðin spila síðustu umferðir. Svo sannarlega. En svo var náttúrulega leikur áðan og hann fór eins og hann fór. Já, Við erum að bíða eftir því að heyra frá Bölvun hvort að þeir séu ekki örugglega tilbúnir. Sýnist þeir vera að koma sér saman eitthvað. En fyrsta mappið í þessari atrinu er Ilios sem er control map og í þessu mappi þurfa sem sagt bæði lið að berjast 1 punkt upp í 100% og þegar að punkturinn er komin upp í 100% þá vinnur sem sagt liðið þetta round, en til þess að vinna mappið þarf liðið að vinna 3 rounds. Nei, 2 rounds, afsakið mig. En leikirnir á svona control mapum geta farið upp í 3 rounds. Sýnist að leikmaður hjá Bölvun hafi skroppið í smástund að fá sér kaffi, sýnist mér. Já. Betra að taka kaffipásuna í milli leikja? Já, eða eftir á bara. Svona getur þetta verið stundum. Já, slæm tímasetning bara. Já. Á meðan eru leikmenn bara að fíflast aðeins á sín á milli. Þetta verður spennandi leikur, svo sannarlega, svo mikið getið sagt. Hvað heldurðu að liðin muni spila mikið núna? Hvaða komps? Sko, ég náttúrulega veit ekki mikið efri deildina, sko. Eða fattari hvað Metta sér í gangi hjá þeim. Ég er að vonast eftir einhverju spennandi sem, já, verður skemmtilegt að kalla á það. Ég hugsa að bæði lið munu koma með einhver skemmtileg Lucio plays á þessu mappi. Já, það var ræði. Sérstaklega Ilios. Ilios er besta Lucio mappi. Og við byrjum á vel. Þú taka Böðla og ég Bölvun. Við getum gert það, já. Já. En liðin eru að setja upp kompi sín núna og þurfum við bara að bíða í örskama stund eftir að þau séu tilbúin. Já. En í liði
Böðla er Steel á Winston, El Maestro er á Sarju, Snorlax er með Sim með TP strat og Dordingull er á McCree, Fúþarka Baptiste og Númling er á Önu. Já, og hjá Bölvin er Kelly á Sarju, Mr. Gaur á Winston, Reyni á förinu sinni, Klassi á Tracer, Fenrir á Önu og Kivibird á Mercy. Það er Pharmacy í gangi og Double Bubble. Vist vel á þetta? Heldur betur. En við Það sjáum að viljum við Snorlax ekki vera fer fyrir. beint á Tracerinn og hann er búinn að sýna það ofta að hann getur verið stórhættulegur á Tracerinn. Algjörlega. En við sjáum að Mr. Gaur er búinn að hoppa hérna og eru Bölvin búinn að umkringja Böðla. Steel hoppar inn hjá þeim og ég er með Snorlax. Það eru komin 2 kill á hlið Böðla og falla Kivibird og Klassi. Böðlun þarf að bakka aðeins meðan þeir koma aftur. Þeir nano að Mr. Gaur og fer hann á point en allir í Böðlum kæta og því sýnist mér þeir ætla að ná að lifa af nanoðu. Fenrir nær huge nade og nær honum Steel. Steel fellur og mér sýnist Snorri er í baklínunni og nær Fenri Kivibird ressar hann samt. og kemur bomb frá Snorra en að Maestro Kelly nær að bubla þannig að sprengjan gerir lítið. Heyrðu, hvað? Við sjáum hann á það Steel Hann bara fer alveg inn. og hann primalar og Fenrir nær að komast inn í spawn. Steel er bara engri mangi, bara á þeim bara. En hann nær Kivibird mjög vel spilað hjá Steel. Reyni næstu kom með barrage. Það verður spennandi hvað hann gerir það. Við sjáum að Bölvun eru núna að vera komið með 6 ults meðan að koma grafa báðulegum og Reyni- koma bæði til pjósildin en samt eru Böðlar að ná killum. Númling náði líka æðislega slípi á Reyni og drepur hann bara í miðju barrage. Það er hænun hjá Dordingull bara á punktinum þegar var enginn á punktinum. Örugglega svolítið svona zoning. Og killin halda áfram að safnast í liði Þessi Böðlum. nær Dordingull samt. Kom púlsbán frá Snorra. Við sjáum Maestro skipta yfir á dífuna og er slípuð af Fenri. Og andjaður. Kivibird er caught out of position og Steel nær henni. Og Steel heldur áfram að tekur út Reyni. Það er rosa spennað. Spurning hvort Bölvin nær að halda sér á punkt. Sýnist ekki samt. Og Bölvin ná fyrsta punktinum. 100% á móti 0. Þetta var svolítið einhliða en svona getur það verið á control-möppum að eitt liðið svoleiðis dominatar fyrsta rándið en svo koma liðin sterk inn í rándið 2 sko. Gælega. En ef við skoðum kompina þá er Steel á Monkey, El Maestro er á Dífu, Snorlax er ennþá með, tekur aftur TP-stratið, Dordingull á Kree, Fúþark á Baptiste og Númling er á Önu. Og hjá Bölvin er Kelly enda á Sarju, Mr. Gaur á Winston, Reyni tekur Middó og Klassi með Kree, Fenrir enda á Önu og Kivibird skiptir í Lucio. Við höfum séð eins og í síðasta sísoni að Rani getur verið svo stórhættulegur á Viddóni en Snorri skiptir líka að vera á Viddó. Já. Við þurfum að fylgjast vel með Viddó-dúli. Já. Mr. Gaur tekur út lampan á Fúþark og Kelly nær Dordingull. Kelly heldur áfram og tekur út El Maestro.
Tekum ekki hans að mestra og Rani með flott skot á Númling. Þetta það sem ég vildi sjá frá liði Bölvunar. Algjörlega. Kelly svoleiðis poppinn með hjálp frá liðinu sínu. Já. Fúþar skipti yfir í senn. Þetta var spennu. Fúþar hefur sýnt á heimslistanum að sennin hans eitthvað til þess að vera hrættu við. Algjörlega. Já, við sjáum það hérna. Skýnir að leið og hann kemur út að nær Fenri. Úff, flott hjá Snorlax. Æðislegt. Og bara Bölvun fellur einn á einn. Þetta pikk hjá Fúþark á sennin opnaði fætið svolítið vel fyrir Bölvun. Við sjáum að Steel kominn ofan á Ruins og það verður spennandi að sjá hvað hann gerir við þetta positioning. Kominn á þau. Droppar á frontlineið þeirra. Spurning hvort hann hefði frekar átt að droppa á backlineið á Rani og Unu. Spurning. Þau Nano að Mr. Gaur. Þetta Nano að báða apana. Það... En Steel slepp. Snorlax með 2 picks á bæði Reyni og Kelly. Og Mr. Gaur líka með 2 picks, en það samt nóg? En Dortingull nær líka klassa, jæja. En Steel tekur Fenri, þeir eru 2 eftir í liði Bölvunar. Þeir þurfa eiginlega svolítið að koma saman aftur, grúpa eitthvað. Já, algjörlega. Þetta væru andstyggilega stakkars þarna hjá Bölvun. En Steel aftur komin upp á hægrandi. Spurning hvort hann droppi á Unna þeirra í þetta skipti. Hann sér Rani. En hann heldur áfram. Kelly nær? Maestro? Flott kill hjá Kelly. Algjörlega. Og klassi nær Steel. Við sjáum Graf og Transcendence. Klassi notar Deadeye, en nær engum með því. Kelly með flott kill á Snorlax. Fúþark nær Mr. Gaur. Þetta var Steel frá hún sem setti þetta upp. Steel kominn á Hammond. Og þarna reyna eitthvað að pyrra það hana. Hann næri því að búpa Kýbjörn af mappinu. Já, en... Og hann fer fram það. Var hann að reyna að komast. Náði ekki alveg. Steel hefur greinilega ætlað að snerta punktin með Hammond því að hann skiptir aftur yfir Winstone. Flott skot frá Rani. Það var æði. Snorri þarf greinilega að gera sitt allra besta til þess að kontesta Rani á Wittowinu. En það kemur út Graf frá Böðlum og Fúþark nær klassa. En Mr. Gaur treytar fyrir El Maestro. Og Rani ennþá á Wittowinu og nær gríðarlega flottu skoti á Dortingull. Þetta Nano þar sem var nær Kýbjörn og Fenri. Og Kelly fyrir 3 killi frá Fúþark, svakalegt. En mér sýnir samt Bölvun vera náðu sen. Maestro á ból að reyna að kontesta. Mun Dortingull ná að snerta? Nei, ekki alveg. Rani stöðvar hann. Gríðarlega vel spilað hjá Bölvun. Þetta það sem ég vildi sjá frá þessu liði. Algjörlega. En við erum komin á Lighthouse og í liði Böðla Steel á Winstone, El Maestro á Dífu, Snorlax tekur aftur Sim, Dortingull á Kree, Fúþark tekur Baptiste og Númling fer á Önu. Og mér sýnist þetta að vera sama komp. Nei, heyrðu, Kelly á Sarju, Mr. Gaur á Winstone, Rani tekur för aftur, Klassi á Kree, Fenrir á Önu og Kýbjörn á Mercy. Sem sagt, Pharmacy aftur. Spurning hvort það muni ganga betur á Pharmacy í þetta skipti. Já, Pharmacy reyndar rosalega sterk hérna. Já, Pharmacy getur verið gríðarlega sterk á þessu mappi ef hún notur rétt. Ég held að El Maestro mun vera
mjög Við- mikið að reyna að ná farmið síni hana og Við sjáum líka að- stíl Við sjáum að bara náðu. Bölvun róti þetta á punkt. Þetta var En hjút. Númling og Snorlax með sitt hvort killið á Kífibjörn og Rani. Farmið síni Mr. farin. Gaur er slepp. Bölvin nær samt punktinum. Þóttu Og- séu 2 down. Gaur sleppur. Klassi nær kill á El Maestro og Fúþark tekur hann út. Stíl er Vel sá refsa hjá Fúþark. Stíl tekur út Fenri og eru Bölvun því ekki með neitt support. Snorlax er að reyna að kontesta en fellur fyrir Kelly. Fáum ressið út og þeir ná að ressa Fenri. Spurning hvort að Stíl verði drepinn hérna. Stíl er bara að vera sofandi frá punktinum. Hann Left and right. er svolítið sofandi á vaktinni. Já. Það böglar Mr. Gaur og fer hann inn og hann nær Núma. Herru, Mr. Gaur skellir í Angry Monkey öll þetta. Flott, hvað drúbul kill Það frá var Mr. Gaur, æ- vel spilað. Það er bara að þurfa að bakka og bara rígrúpa held ég. Gríðlega vel spilað hjá Mr. Gaur og Kelly að búbla hann inn þegar hann fer inn og svo últar hann og nær þarna 3 kills. Gila. Já. Snorlax er að reyna að kontesta punkt. Er eitthvað að reyna að trufla það þarna vinstra megin. Böðlar er að setja sig upp fyrir dive og þeir nano að Stíl Það demur það. og Kemur hæ nú frá Stíl klassa. er anti-aður. Kelly fer út á mótunum en Snorlax nær Fenri. Samt eru búin að nata nano. Snorlax nær nær tveim. líka klassa. Reyni tekur sjálfan sig út með aftunni seinist mér. Snorri nær Kífibjörn og ná Böðlar að snúa punkti. Já. Maestro happar á mappinu til þess að fá merki sinna aftur. Tactical reset hérna. Og Fúþark fer yfir og Lucio. Herðu, Reyni fyrir líka yfir í Ash. Rani er andstyggilegur á þessum hitscans og verður áhugavert hvað hann gerir á Ash. Stíl dæfar inn. Er þarna Stíl- upp á einhvað kýtla á? Stíl ætlar að lifa, hann virðist vera sem hann lifi þetta af. Og Bölvun eru Kelly ætlar eitthvað að Kelly pússa inn, droppar. finnst mér. og þeir ná honum af. Flott Þú út frá þarf Fúþark. nær, Kelly. Sitt hvort liðið nær 2 spilurum. Já. Ég misti ykkur hendur í, heyrðu, hann er sofandi. Flott stíl frá Númling. Algjörlega. Og þeir nano að Stíl. Dortingur tekur út klassa. Ég misti ykkur. Sjáum að Mr. Gaur hoppar punkt. En Dortingur er on fire hérna, tekur hann út. Algjörlega. Bölvin þarf eiginlega bara að hópa sér saman aftur. Svo sannarlega. Og við sjáum að Böðlar er að nálgast hérna 3 ults og Bölvun er að nálgast 2. 3, ég sjá ekki ultið hans Fenris. Þeir eru að nálgast 3 ultið sitt på leiðinu. En Snorri viffar ultinu sínu. Það er til að sjá hvað hann almestrar ætlar að gera við bombinu sinna. Stíl tekur út klassa. Huge pick. En Kýbjörn dressar hann. Kelly nær Þeir ná snorra. Snorlax. Fúþork er... Munið ná að snerta. Dortingur nær Reyni. Þeir þurfa að fara að snerta. Já. Nano Senda minnst Mr. ykkur, Gaur hann punkt og eftir. Gafri notar þetta. Hann nær Stíl en Stíl var nú þegar búinn að taka Kífibjörn. Þeir ná að flippa punkt. Spurning hvort að Mr. Gaur geti unnið annað kraftaverk upp í þessu litla herbyggi. Hann er anti-aður. Þarf að hoppa út. Meðan El Maestro Snorri og Snorlax. er á punkt. Sýnist vera kappan. Þau þurfa eiginlega að snerta. Kelly er á með. Rani nær El Maestro. Þau Snorlax nano að tekur Kelly. snorra. Hellinga seinna. Reyni nær samt Fúþork. En Það Ég er er hreinlega hérna. ekki til neins þar sem að Böðlar vinna mappið. Gríðarlega vel spila hjá báðum Þetta liðum. var Mjög rosalega jafnt þarna í jafnt. síðasta rándinu. Mr. Gaur hérna með play of the game. Já, þetta er herbergið. Hann bara tekur þennan fætt og ber hann á öxlum sér sko. Algjörlega.
orðið smá illt í bakinu hjá mig. Já, mér verður bara illt í bakinu að horfa á hann, sko. Já. En núna er komið að Bölvun að velja næsta map sem að verður hybrid map meðan að böðlar velja hvort þeir vilja byrja að gera árás eða verjast. Og hybrid mapin virkar þannig að við byrjum að því að gera árás á einn punkt sem við þurfum að ná upp í 100% innan gæslappa, svona 3 ticks. Og svo þurfa þeir að fylgja svona payloadi út á enda sem að eru 2 points. Og mér sýnist Bölvun ætla að velja King's Row en svo er það oft kallað Scrims Row þar sem að það virðist vera að öll lið taki þetta map í skrimum hjá sér. Og böðlar velja núna hvort þeir vilji byrja að taka defense og þeir velja að byrja því að verjast. Það verður áhugavert hvort að við fáum að sjá Rush-kompinn koma út núna. Mér sýnist chatið vera að elska þetta Mr. Gaur. Mr. Gaur. Kemur hérna alveg, hver er þessi Mr. Gaur? Það þarf einhver að stoppa hann. Mr. Gaur stóð sig mjög vel hérna á fyrsta mappinu. Algjörlega. 3. randinn á fyrsta mappi á Lighthouse. Initiating match. Ready for battle. Nei. En ef við skoðum kompinn að þá fáum við að sjá að Steel er á Winston, El Maestro fer á Zaryu, Snorlax er á Tracer, Dortingull er á McCree, Futhark tekur Zenyatta aftur og Númling er á Önu. Síðan kemur Kelly á Zaryu, Mr. Gaur er á Rein núna, Reyni er á Hanzo, nei, hann skiptir yfir í Widow og Klassi er á Mei, Fenrir er á Önu og Kivibird er á Lucio. Við sjáum að Bölvun hérna tekur Rush-komp og Rani tekur sína bestu hetju sem er Widowmakerinn. Hann skiptir aftur yfir í Hanzoinn. Hann er samsagt ekki með þeim akkurat núna, þarf að hljótur að koma tilbaka. Við sjáum að Steel felur sig í bakinu á þeim og ætla að fara á Fenri. Nei, en hann Futhark með flott skot altså. Og Snorlax tekur út Kivibird. En Mr. Gaur tekur út Snorlax og Bölvun gæti að bakka svolítið núna. Og smá fætt á milli Steel og Fenrir en Fenrir fellur fyrir Steel. Númling náði pikkinu á Rani og El Maestro tók út Kelly með hjálp frá Discordinu hans Futharks. Fengu eitt tikk samt. Snorlax tekur út Mr. Gaur og eru Bölvun að bakka núna. Sjáum að Mr. Gaur kemur aftur núna og gera þér aðra atlugu. Tracer er í hótel, sýnist Bölvun vera að fara inn til hans. Bölvun rót þetta og hann nær Fenri. Flott bomb frá Snorlax. Hefði auðvitað getað fengið fleiri. En Steel er hérna í hótel, sýnist, nei, hann ætlar ekki að hoppa á. Klassi nær flottur skoti á Snorlax. Headshot. En þetta Rush-komp hjá Bölvun er að ganga svolítið í þarna, en Rani nær Futhark. Það er Nano-Steel á punkt. Samt Mei er að reyna að frjósa hann. Kemur þetta frá Dortingull. Það er Nano og Mr. Gaur. Mr. Gaur nær Snorra. Það er grafapunkt frá honum El Maestro. Næringum, trans frá honum þú Futhark. Og þeir ná Fenri og Klassa, en Fenri nær Dortingull. Futhark er á Reyni, en Reyni nær honum með góðu headshoti hérna. Steel tekur út Mr. Gaur og El Maestro tekur út Kelly. Og þeir eru búin að umkringja Rani og ná honum. Það var mjög vel spilað hjá böðlum.
Böðlar spiluðu þetta mjög vel og heldur punkti. En rushkombi hjá Bölvun er ekki að virka alveg nógu vel þar sem að meira en helmingur af liði Böðla er bara upp á einhverju hægrandi sem þýðir að þeir ná ekki að rusha það niður. Já. Þannig að eina sem þið geta gert er að bíða á punkt eftir að einhver komi á þá. Já. Við sjáum Stíl vera að kontesta og kemur Graf Dragon frá Bölvun. Náði Snorra og El Maestro. Fúþark ennþá á hægrandinu. Og misti gaur nær charge-killin á Stíl. Og þeir Þeir ná kappa punkt. Gríðarlega flott anti-nate þarna hjá Núma. algjörlega. En Klassi tekur hann út og er það pínu stakkir á Númling. Við sjáum að Rani ætlar að koma sér upp hérna í Brewery. Spurning hvort að einhver komi og kontesta hann. En við sjáum að Snorlax er á hægrandinu með El Maestro. Reyni droppar. Frá aftur á pelóti með allum hinnum. Snorri sýnist hann ætla að reyna púlsbóma einhvern. Hann er að Tækifæri. reyna að finna eitthvað gott target. Já. En við sjáum að Bölvun eru að vera að koma með hérna 4 úts. Fúþark líka komin á hægrandi. Flott graf kemur frá Böðlum og Stíl notar Primal. Böðlar nota þarna 3 ultimates. Klassi þarna einn á honum Stíl. Og Fúþark nær honum. Fúþark klárar hann. Gríðarlegt stakkar þarna á Klassa. Algjörlega. Mjög óhópilegt. Sjáum að Snorlax og Rani voru eitthvað þarna á hægrandinu að kljást eitthvað. En Klassi er loksins komin til liðsins síns. Stíl þarna við hliðin á Rani. Komur reyndar á. Stíl er slípaður. Og Mr. Gaur hittir ekki chargeinu sinni. Flott þetta frá Þortingul og nær Fenri. Snorlax tekur út Rani, Klassi tekur út Stíl. Snorri bakvið á Kýbert og nær honum. Þeir Nanoa Fúþark aftur. Já. Sem að búinn að sýna það að ef hann fær Nanoði getur hann gert stórhættulega hluti. En fætið var svolítið búið þannig að það Sástu var lítið þetta sem hann megi gæti gert. headshot samt á hann Snorra. Það var gríðarlega flott. Við sjáum að Stíl felur sig aftur í stairs þarna á bakvið tjókið. Böðlar bíða alveg sallarólegir eftir því að Þeir fara hægrandi. þeir ætla að reyna að forsa hérna Númling og Já. Supportana og El Maestro og Dotting láta Stíl niður. samt bakvið á. Þetta er Nano að Mr. Gaur. Nei. Ég er eitthvað að regla hérna. Heyrðu, hann samt með shatter. En Flott shatter en nær transinn. transcending þarna hjá Fúþark nær að gera það að engu. Já. En Mr. Gaur er stípaður. Flott graf. Algjörlega. Það kombo Kemur Dragon. Dragon hérna. Stíl er einn eftir að punkti. Hann Nær hann að kontesta nógu lengi. er spenninn. Ég held að hann Hann bakkar. var út. Og Mr. Gaur tekur út Fúþark. Númling hérna lætur drepa sig til þess að stala point í pínu stund og komast til liðsins síns eins fljótt og hægt er. Reyni skiptir í vitt á hérna og Klassi yfir í mig grí. Já. Og báðir supportar hjá Bölvun eru komin með ulti sín. Meðan að Böðlar eru bara með ultiðan stótingun. Hæ, nú Dortingur. Hann nær fyrir Nær nemur! og Snorri nær Kelly og Stíl nær Klassa. Það Og var þeir kollapsa svo bara á það og klára á það hérna. og Reyni bara taktik reset, sko. Þetta var mjög vel spilað hjá
Bölum. Þetta ultimate hjá Dordingul bara stoppaði þetta push. Algjörlega stoppaði það. Já, bara áður það byrjaði. Já. Við sjáum að báðir Reinhardtar eru þarna á horninu. Ég er að brála upp með hann. Það eru Vindóttur hérna og Reyni vinnur það. Báðir Reinhardtar eru nanoðir. En Mr. Gaur var orðinn svolítið lár og hann nær blokka settir hans stíl. Blokk hjá Mr. Gaur. Og þeir ná Kiwibrot og Kelly. Þau ná ekki að toucha. Gríðarlega svekkjandi. Algjörlega. Vel spilað hjá böðlum samt sem áður. Mjög vel spilað. to 2. Náðu næstu 3, alveg 2,5. Initiating match. Spurning hvort að þeir muni halda áfram á röskkompinu hjá bölvun. Já. En þetta ultimate hjá Dordingul, ég held að Þetta það hafi var- svolítið klárað mappið fyrir Algjörlega. böðla. Algjörlega. Ready for battle. Jæja, Bölvin er eftir með, já, svona brawlkomp. Það er Kelly á Sarju, Mr. Gaur á Rein, Reyni á Hanzo, Klassa á McCree, Fenrir á Önnu og Kiwibird á Lucio. Meðan í liði böðla er Stíl á Monkey, Maestro fyrir á Sarju, Snorlax á Sim, Dordingull tekur Vittó, Þúþark er á Sen og Númling er á Önnu. 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Sýnist hún er alltaf að típja þá, hann á hægrandi. Og hann skiptir yfir í treysrættur og Dordingull skiptir aftur yfir á Kree. Spurning hvað þeir gera við þetta. Já, Snorri er kominn inn í, hvað heitir þetta? Hann á bakvið. Rani nær skotinu á Dordingull. Snorri færir sig upp á hægrandi á bakvið á. Stíl er kominn á punkt. Það er samt að bakka. Klassi nær Snorra. Flott, vel spilað hjá Klassa. Vel spilað. Nú þurfa böðlun svolítið að brjóta sidelines. Algjörlega. En bölvun nær ríkontestinu. Það kemur nano á Stíl, sjáum hvað hann gerir við það. Nær nær Kelly. Það er nano á Mr. Gaur. En Þúþark tekur hún út. Nær honum. Og já, þetta er eiginlega bara sweep hérna. Bara clean up. Og Númling klárar með því að drepa Rani. The payload. Við sjáum að bölvun þurfa að halda svolítið afturlænuna. Það er ekki með neina supporta til þess að hjálpa þeim að reyna að halda eitthvað framlega. Og Fenrir er kominn á Baptiste. Já, og Kiwibird er ennþá á Lucionum. Já, komið beat. Þeir tóku eftir Stíl hérna á stairs. En böðlar eru að færa sig upp á hægrandi. Og bölvun líka. Samt Þúþark og Dordingull eru þarna á hægrandinu á samt Maestro og Núma. Þeir taka eftir í hjá bölvun og spurning hvort að þeir gera eitthvað í því. Já. Spá hvort Sjáum Mr. Gaur droppar. hann pikum. Þeir Rani droppar líka. Rani nær skotin á Snorlax og Dordingull. Já, já. Flott doppelkill hjá Rani hérna. Algjörlega, huge picks. Stíl er að það einn, nær að bakka. Nær að hoppa tilbaka. Böðlar eru að regrúpa.
Böðlar er næstu komið með öll öllin sín. Já, Núling fær út sitt alveg bóttið í þessu Já, fætti. algjörlega. Sýnast. Bæði Stíl hoppar inn. Hann að Hann koma alltaf. út Primal og kemur út Bomb líka, Pulse-Bomb. Líka, Það er Speed High núna klassa sem nær engum. Flott það kjattir hjá Mr. Gaur, en það kemur transið hjá Búþar. Kemur líka beat frá Keyword, gröf líka kominn. en Þarna er Keyword. Vá, hvað mikið að gerast. þeir Nano og Búþar líka. Og Búþar með double killið. Þetta er sko skemmtilegt að sjá. Svo sannarlega, þeir henda bara út öllum últum. Algjörlega. Nema últir hans og Dortingals. Snorri sem næstu kom með púlsbán aftur. Já, Snorri er að gera alveg svakalega hluti á þessum dreysir. Algjörlega. Þeir ná að snerta punkt áður en þau kappa. Second point. En hérna kemur þetta frá Dortingull enn og aftur. 2 picks hjá honum. Heyrðu, hann nær Hann 4K. heldur áfram og nær 4K-nu. Heyrðu, þeir ná alveg, náður að snerta áður en þau kappa. Kelly þarna, jæja. Hver er þessi drengur og hvaðan koma? Hver ætlar að stoppa hann? Mér sýnist Bölvun ekki ætla að ná að stoppa Dortingul á þessum Makri á Kings Row. Það er bara, Stíl er komin inn á hægrandi samt. Þetta er mögulega eitthvað, sýnist þau samt vita á honum. Sjáum Fendri Fenrir. er komin á hann og Reyni. Henry og Ronny eru þarna kýtlansútið. Já. Fær búflu frá Elmæstrá. Stíl er bara eitthvað að leika sér inn í liðinu þeirra. Já. Snorlax nær Kelly. Stíl alltaf líka. Kemur þetta frá klassa. Nærringum. En Snorri Snorlax- nær bæði honum og klassa. Snorlax er of nála fullkominu sinu og er Ekki með drepinn trans. af sinni eigin útlumiti. Já. Og Böðlar inn á þetta map. Já. Þú þarf hérna að klára mappið með einu góði Transcendence þegar að leikurinn er búinn. En hér fáum við að sjá play frá Dortingur. Þetta er 4K-ið Þetta er æðislegt fólk. Nei, þetta er, á Hafnarstrimur nei, já, ok. og 3 og 4. Úff. Þessi gaur. Hver er þessi maður og hvaðan kemur hann? Það er stóra spurningin. En núna er komið aftur að Bölvun að velja map og þeir vilja Hanamura sem að er 2CP map eða assault map og núna þurfa Böðlar að velja annarkvort að gera árás eða að verjast. Þó með grunni að Böðlun velji það að verjast fyrst. Spurning hvort að liðin vilja taka smá pásu. Og mér sýnist bæði lið vera búin að samþykkja smá pásu. Þannig að við tökum hérna eitt highlight.
Velkomin aftur eftir þessa klósettpásu, en núna eru að fara inn í leik Böðla og Bölvunar á Hanamura sem er assault map og virkar assault mapi þannig að það eru 2 punktar sem að þarf að ná sem sagt 3 ticks alveg eins og fyrsti punkturinn á hybrid mapinu og fyrsta liðið til þessa, liðið sem nær fleiri punktum að það vinnur. En svona maps geta alveg farið upp í 6 eða 8 rounds easily sko. Við sáum, hérna var það ekki í síðustu viku, geðveikan leik frá Bölvin og Tröll. já, þarna var það. Mér fannst það rosa spennandi leikur. Já, og núna eru Böðlar akkurat að sýna að þetta var bara eitthvað flúk þarna að tapa á móti Tröllum sko. Algjörlega. Láta ekkert að sig fá. En í liði Böðla er Steel á Winston, El Maestro er á Sarjunni, Snorlax á Tracer, Dordingull er á Makri, Þúþark á Senjata og Núngling er á Önu. Ég sé eitt skemmtilegt hérna í Böðlum. Það er Kelly á Sarju, Mr. Gaur á Ræn, Reynir á Vittó, Klassi, nei, hann er að skipta úr Bastion yfir í Torb akkurat núna, Fenrir á Önu og Kivibird á Lucio. Heyrðu, Reynir er komin á Symmetry og Kalassi á Mei. Þeir alltaf að púla eitthvað skemmtilegt Symmetry strategíu. Hvort sem þeir fari upp á hægrandi eða beint á punkt. Já. Þeir spýta þarna inn. Taka langa rotationu. Já. En sjáum að Þúþark er búinn að færa sig langt á bakvið þar sem að... Heyrðu, þeir finna! Klassi með gott pick á hann Þúþark. Þessi veggur. Ég Þetta var... bjóst engan veginn við þessu. Nei. Og þeir eru bara komnir á punkt. Finnið hvort... Og Kelly nær Steel. Hvað er að gerast hérna? Ég er bara... Þessi veggur hjá Klassa er bara 200 IQ sko. Snorri nær að snerta. Spurning hvort það sé nóg samt. Náðu þeir Snorra? Þeir virðist allar ná Snorra. Já, þannig kemur það. Og Mr. Gaur náði að halda pressinu á El Maestro nógu mikið til þess að halda hann frá punktinu. Jú. Og svo kemur clean-upið frá liði Böðla. Og þeir típja út á balkoni. Steel er þarna anti-aður en hann alltar. Nú með nær Mr. Gaur. Rani tekur út Steel en Snorlax tekur út Fenri og Kivibird með púlskó. Já, og núna já. klárar clean-upið. Þetta hefði getað farið mjög illa fyrir Böðla en einhvern veginn að þá náðu þeir bara að halda sér lifandi og klára fætin. Jú. Spurning hvort að Rani fari að skipta af Symmetrinni. Ég er samt næstu komið val, það er spurning hvort ætla bara að nota það. Eða hvort við fáum annað skemmtilegt meistraft hérna. Eða það. Þetta er að vonast mikið til þess. Sýnst þeir alltaf Bölvin fyrir main. Það kemur berjur. Það er TP punkt, Steel. Þúþark tekur út Rani leið. Með headshoti. Og Dordingull með deadflyið. Og það er... Kemur út Graf frá Kelly. Heyrðu. En Það eru bara... Þeir voru bara tveir. Spurning hvort að Kelly hefði mátt halda lengur í grafið. Já. Þar sem þeir voru bara 2 eftir á punkti. Rani skiptir yfir í Makri frá Sim og Fenrir skiptir í Baptiste. Rani fer á Reaper. Spurning hvort að þeir sé að hugsa annarkvort full rush eða hvort að þeir vilja fá Reaperinn á Steel sem Winston. Já. Eða bara bæði. Það getur líka bara vel verið. Já. Heyrðu, Þeir spýta inn. Þeir droppa Og það kemur stórt graf. Þeir ná Kelly sem lampi var aðeins offside. Þeir taka út Rani Þúþark Já. nær engum. En Mr. Gaur nær Þúþark. En Mr. Gaur var þarna einn eftir og já, þurfa bara baka aftur. Þessi early picks hjá Böðlum eru að gera lífið leitt hjá Bölvun. Heyrðu, Klassi skiptir yfir í Tracer. En náttúrulega Bölvin er með
bara alveg 3,5 mínútu í viðbót, víst, þeir náðu fyrsta punkt svona rosalega snemma. Þannig að það er eiginlega bara ekkert stress hjá þeim. Í rauninni ekki. Þessi, ég ætla bara að halda árum að tala um vegginn hans klassa, en Já. hann kom böðlum svolítið mikið í opnum sköldi. En Dortingull nær klassa. Það er Shatter frá Mr. Gaur, en Futhark nær tansinum. Futhark hefur verið að gera þetta svolítið, fylgjast með Shatterunum hans Mr. Gaur og bara transa með og þau komið niður. Og Futhark tekur Dortingull. Ó já. Bæði headshots, mér að segja. Hver er þessi maður? Bara búið til highlight-rílu þessu bara. Já, það er bara Futhark Sen highlight. Já, nákvæmlega. Þetta sem fólki vil. Við sjáum að El Maestro er að skáta þarna á Saríunni. En Klassi fer einn á main meðan að restina af liðinu pushar hægrandið. Fenrir er komið með... En við fáum Tracer-dúlið, Klassi á móti Snorlax og Klassi vinnur. Það var rosalegu lampi hjá hann Fenri. Og Futhark. Nær passa. Þeir eru Rani reynið tekur upp næst. Og Númling tekur upp Keywords. Þeir eru ennþá eitthvað að rótera hérna hjá Bölvun. Spurning hvort þeir ná alla að bakka nema þeir náðu að hoppa yfir. Nei, þeir ætla bara að vera þarna. Þeir eru komnir allir í stöður. Þeir eru að bíða eftir að Klassi komi sér í stöðu hinum megin. Þeir pussa hérna inn á punkt. Tracer, heyrðu, Snorri er komið fyrir aftan þá. Futhark tekur Klassa! Aftur! Og það er allt frá honum. Er það ný? Númi næra últa nano að stíl. Já. Og Snorlax með double kill. Og annað bara clean up. Þetta hold hjá Böðlum er gríðarlegt. Já. Það er bara næst. Gælega. Rani skiptir yfir með kríð. Byttu, ég er búin að vera að segja þetta annarkot Reyni eða Rani, bara í hver skipti. Búin að vera að skiptast á hérna. Spurning hvað Bölvun gerir núna. Sýnist alltaf að fara hægrandi, hægra megin. Futhark tekur Klassa enn eina ferðina. En Klassi tekur þessar út Dortingull með pulsbomb. Og Snorlax í bakinu og tekur Rani. Kelly nær El Maestro og Stíl notar Primal. Það eru... Spurning hvort að ná að drepa þarna Fenri. Og hann nær Fenri og það þarf að setja Óla og Futhark. Já, mér sýnist þeir ekki að Bölvin nær ekki að snerta nema Klassi. Erum við þetta? Klassi nær að snerta. Og Futhark. Nær Rani að snerta. Og Futhark er að leggja Klassa í einu stíl. Já, algjörlega. Algjörlega. Greið Klassi nær ekki að gera neitt á þess að Futhark. Já. Vita því. Það er... Initiating match. En núna þurfa Bölvun að ná full hold á point A ef þeir ætla að ná að vinna mappið. Spurning hvað þeir taka. Hvort þeir taki fleiri skemmtilegri ströpp, hvort þeir taki torp eða eitthvað svoleiðis. Ready for battle. En við sjáum hjá Böðlum að Stíl er á Orissu, Maestro fer á Reinhardt, Snorlax fer á Symmetra, Dortingull fer á McCree, Futhark er á Zenyatta og Númling er á Urnu. Og Bölvin er Kelly á Sari, Mr. Gaur á Reyn, Reyni á McCree, Klassi á Mei, Fenrir á Baptiste og Kivibird á Lucio. Heyrðu, það er eitthvað stratt hérna, annað Mei volstratt. Þeir eru komnir hérna á hægrandið.
meðan þeir defenda. Já, þetta verður Þeir svo fela sig. sannlega áhugaverð. Þeir ná að fela sig. Spurning hvort að böðlar nái að sjá þá komandi þarna frá hægri. Sést samt smá í síldinas ræns frá hinum vefnum af hinum Kíkja megin. point. Klassið frekar fljótur að droppa. Flott En anti frá Flúðark nær Ramli. Rani og klassa. Herðu, double kill frá Flúðark. En Maestro tekur upp Gíubörn. Og Flúðark enn. Helli, þetta er að Hvað vatninu líka. drúbulkill frá Flúðark? Flúðark highlights bara núna, please. Það þarf að setja ól á drengin, sko. Já. Herru, Rani er skipti yfir á Junk og klassi á Ash. Og já, Kífubörð á Mercy með honum. Það er eiginlega bara spurning hvað þetta kemur. Þeir halda áfram á smetturinn hérna hjá böðlum. Þeir eru með Þetta er hægt. típi ofan á sræn. Þeir fara upp til klassa. Það sem gerðist ekki í leiknum á móti tröllum, það var eiginlega bara klassið þarna, bara að pikka á hægrandinu. Flúðark með En byggaræn. Flúðark og númling eru komnir upp á hægrandið. Já. Þetta Og er búið. já, það var ekki lengi gert. Það var vel spilað. Þessi típi ströts og Meivól ströts þetta var mjög skemmtilegt að fylgjast með. Já, algjörlega. Snorlax á Freyser. Fáum að sjá hérna play of the game. Hann nær Fenri. Nær stikkin á Kífubörn. Okay. Já. Ég hefði persónulega viljað sjá hvað drúbulkillið hans Flúðark og Það er líka með Point eight. 69% kill participation. hver Nice, er þessi nice. drengur? Bara Flúðark og Dordingull, við sáum ekkert annað í leiknum. Jú, Snorlax og hinir strákarnir í böðlum það gerðu gríðarlega mikið að halda pressu og eitthvað en Flúðark og Dordingull notfærið plássið sér bara best. Algjörlega. En núna fáum við að taka viðtal við einstaklinga í sitt hvora liðinu. Og er spurning hver kemur í viðtal. En við byrjum á því að fá einstakling úr liði bölvunar í viðtal þar sem að þeir töpuðu leiknum. Eitthvað er hérna, við fáum Fenri frá stýrliða bölvunar í viðtal til okkar. Komdu sæll og blessaður, hvernig er staðan á ykkur eftir þennan leik? Þetta er bömmir, sko. Svo Já, sannarlega, þetta var mjög vel spilað. Svo sannarlega, Já, þið já, stóðu já. ykkur gríðarlega vel. Já. Já, algjörlega. Við getum alveg verið sáttir við eitthvað allavega. Þið gáfuð strákunum í landsliðinu eitthvað Mjög til vel. þess að eitthvað sem að þeir eru ekkert að fara að gleyma á næstunni, sko. Já, algjörlega. Nei, ég veit. Þessi Meivekur á Hanamura, Já. Já. ég hef aldrei séð neitt slíkt, sko. Nei, við erum akkur búin að vera einmitt að svona bæta okkur í þessu að æfa akkur svona strats og positions og slatta hlutum, sko. Bara virkaði mjög vel hjá ykkur þarna. Já, einmitt, en það kannski sást núna á öðrum möppum en Hanamura að við erum ekki búin að æfa nóg af hlutum sem við erum með á hreinu. Þetta var svona eitt af þessum fáum hlutum sem við erum búin að vera að gera rosalega mikið. En Ilios hefði getið farið bara á báða vegurinn.
þetta var gríðarlega vel spilað. Já, það var svolítið svoleiðis að við vissum ekki einu sinni að Ilios væri fyrsta mapp fyrir í dag. Við vorum ekki alveg klárir á því, sko. Þannig að það var svona mappi sem við byggust minnst við að við ættum séns í því. Það er ákveðin Mikið fyrir mér. jafnvíður. Já, Hefðu þið æft eitthvað, þá ég sveti guðst þið hefðu unnið, sko. já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega landsliðið og maður getur aldrei verið að vanmeta svoleiðis lið, sko. En ef að þú fengir að velja einn MVP úr böðlum, hver er það? Úr landsliðinu. Já, Það verður að vera Futhark, sko. Hann bara, þú veist, ég er frekar sem hann hafi dáið einu sinni á Hanamura. Þannig að maður verður eiginlega að gefa honum svona rosalega stórt kredit. Algjörlega. bara Futhark þarna á Hanamura og Kings Row, bara, Já, þetta var svakalegt. Já, ég meina, Dordingull var náttúrulega líka geggjaður á Kings Row en Futhark bara, þú veist, það eru fáir sem að komast á hans standard, sko. Já, en eitthvað sem þú vilt koma til skila, Gurri? Já, bara GG well played og takk fyrir leikina og það er bara beint í undirbúning fyrir næsta leik. Já, bara mjög vel spilað hjá okkur. Gangi ykkur mjög vel á næstu leikjum og Vonandi fáum við sjá fleiri strats frá ykkur. Svo sannarlega. Já, algjörlega, bara takk fyrir það og geggja kast hjá okkur. Þökkum fyrir það. Takk hérlega. Bye. En núna fáum við Futhark frá böðlum. Men, Sæll, Futhark. dömmu. Góða kvöldi. Hvernig er stemmarinn eftir leikinn? Ég held að stemmarinn er bara frekar góður hjá okkur hér í böðlum, sko. Trúi því. Það er bara, við erum búin að undirbúa okkur aðeins fyrir hennar leik og við komum inn í hann tilbúin í að gera það sem við ætlum okkur að gera og við náðum því. Áttu þið von á svona jöfnum leikjum? Jöfnum leikjum þá á Eða svona eins og Ilios og sliðs? á Ilios, já. Já. Ég held King of the Hill er okkar versta game mode að öllu leiti. Við hefum verið að vinna í því mikið en jafnvel þá líka var ennþá kannski ef til vill solataugar í okkur. Við vorum ekki alveg viss hvað við vildum gera á tímabili en við náðum að taka okkur saman í endan og náðum vinnu sem er eins og skiptir máli. En hvað fannst þér May-vegginn þarna yfir á point B point A á Hanamura? Ég ætla að vera fullkomnar hreinskilinn, ég gleymdi að þú geti gert þetta, sko. Það var ekki að búast við þessu. Já, þeir náðu það og við fengum skemmtilegt komment í chat. Það kom mér svolítið á óvart, ekki lífa þér. En þú og Dordingull bara, þið gerðuð okkur mjög æst hérna í chatinu. Algjörlega. Ég held að Dordingull á skilið mikið hrós, sko, satt að segja. Hann kom inn í þetta lið sem nýi gaurinn sem á að vera það er kannski ekki búist mikið við af honum þegar borið saman við hinn nöfnin en ég held að hann er búinn að standa sig eins og hetja og hann heldur bara áfram að bæta sig. Líka sáum þetta 4K á Kings Row. Alveg svakalegt. Hann er svolítið góður, þessi kall. Mjög svo. Það er ekki eftir að segja neitt annað. Nei. En segðu okkur, ef þú þyrftir að velja MVP í liði bölvunar, hvern myndir þú velja? Bölvunar? Örugglega annarkvort Einar eða það er að segja Arani eða Mr. Gaur. Báðir stóðu sem ég vel að mestu leyti á sínum hlutverkum. Og Arani var alveg hann var að augra Snorlaxi alveg frekar mikið, nánast alls staðar. Já, og við sáum það sérstaklega á Ilios þar sem að Vidodólin fór ekki í hag greiði Snorlax. Snorri tekur þetta á sig, sko. Hann tekur þetta á sig. Kemur fyrir. Kemur fyrir bestu menn. Já. Þú fara á móti reynir. Eitthvað sem þú vilt segja að lokum Futhark? Shoutouts á Núma fyrir að nanna á mig. Þessi Futhark Nano að bara lýstu upp þetta kill-featið. Alveg svakalegt. Frekar skemmtilegt að spila með hann, sko. Hann veit, við erum einu og sami maður, hann veit alltaf hvað ég vil gera, sko. Já. Við gerum aldrei villur, aldrei. Nei, ekki einu sinni nanotrans. Nei, aldrei. Ég verð ekki aldrei. Takk hérlega fyrir komin á Futhark og gangi ykkur ótrúlega vel núna í næstu leikjum og lok seríunar. Já, ég þakka kærlega fyrir mig.
Takk fyrir. En þetta var leikur kvöldsins á milli Bölvunar og Böðla. En við viljum minna á Community Night sem núna á eftir. Alltaf á hverjum einasta laugardegi eftir leiki. En ég vil þakka kærlega fyrir Gurri að vera með mér í kvöld, en ég Hreiðar eða einnig þetta sem Hreirim. Og Gurri, eitthvað sem þú vilt segja hérna að lokum áður en við klárum? Bara takk æðislega fyrir að hafa mig. Fyrst skipti sem ég kasta á Óvars Æsland. Það var bara mjög gaman. Skemmt mjög vel. Já, takk hérlega fyrir okkur. Takk æðislega.